Við ætlum að halda aðeins áfram að skoða þetta og aðeins að leysum þetta hérna. Þetta gerir þetta hérna. Þetta er ekki málið. Þannig að þá ætlum ég bara að hoppa í raun sýnilistuna fyrir verkefni 5 sem er þá verkefni sem er sett fyrir í dag sem er bara eins taktur og í þessum verkefni hjá okkur. Fyrst gefið eitthvað sem átti bara að vera layatað með Flexbox en síðan næst að vera responsive og nota grid. Þannig að við skulum skoða hvernig það er. Sjá. Þannig að ég ætla að fara bara og gera svona. Færum þetta hingað. Svona. Ok. Og svona. Þannig að núna er ég bara með nákvæmlega sömu sama efni. Allt nákvæmlega eins, nema það er búið að breyta 2 hlutum sem er í raun að setja grid sem að lætur þetta þá í raun verða fara að fylgja einhverjum reglum upp á pláss og bil á milli og það er búið að gera þannig að þetta sé responsive. Þannig að ef ég fer hérna og ég kveiki á þessu að þá get ég núna minnkað þetta og einhverjum tímapunkti þá dettur þetta niður í annað layout þar sem að við leyfum hlutunum að fá það pláss sem það þarf til að birtast. Og það sem við erum að gera hérna er í raun bara svolítið ok, en þá, já, þetta lítur ágætlega út og svo, þessi hérna punktur þegar við förum úr 700 niður í 699 þarna erum við farin að vera með aðeins og lítið pláss fyrir þetta hér. Þá þurfum við að nota media queries. Og þá er þessi responsive piling byggir á 3 reglum, prinsipum, að við erum að vinna eftir einhverju grid kerfi þar sem við erum í raun að segja á einhverjum tímapunkti gerist eitthvað og þessi grind er flexible, þar að segja hún aðlagar sig að því plássi sem hún hefur. Við erum að vinna með efni sem er líka flexible að því hvar það er og við sjáum að myndirnir okkar er að stækka og minnka eftir því hvað er mikið pláss og haga sér þá öðruvísi. Þannig að það er eitthvað background position þarna og það er munur hvernig hún er hér versus hvernig hún er hér versus hvernig hún er hér og hér. Þannig að hún aðlagar sér líka. Og svo er þriðji hluturinn er að nota þessa media queries til þess að ákveða einhvern tímapunkti að við hættum að láta þetta vera svona og látum þetta vera svona og svo ekki neitt. Þannig að það eru 3 punktar þarna sem við breytum. Þetta eru kallað breakpoints, að þarna brotnar útlitið okkar yfir í eitthvað annað. Og að vinna með þetta er í raun þannig að við erum í raun að horfa á þetta bara svolítið sem hvernig lítur þetta almennt út og hvernig látum við þetta almennt bara haga sér eins og það haga sér. Þetta þessi gaur, hann er í sjálfu sér að haga sér alveg eins í öllum stærðum. Það er bara hversu mikið pláss er í boði sem að segir til hvernig hann lítur nákvæmlega út. Þannig að hann er bara að aðlaga sig hérna að því hvað er mikið pláss. Þannig að textinn fer bara í nýja línu og myndin bara aðlaga sig og svo er þetta hérna og þá er allir með miklu meira pláss og þá er þetta bara í sjálfu sér alveg nákvæmlega eins. Þannig að það er ekkert sem þarf að gera fyrir þetta per se þegar við erum að hugsa þetta responsive. Það sem við þurfum að hugsa er þessi layout pæling. Hvernig lítur þá út það sem er að stilla upp hvar þessi box er heima. Hvar þetta box, þetta box, þetta box, þetta box og svo boxið utan þessi öll. Hvernig þau hafa sér.
sama með þetta hér, miðjuna hérna, hún í sjálfu sér bara tekur bara það pláss sem hún þarf og eina sem gerist hérna, að núna allt í einu textin komin í 2 línur og fær aðeins meiri hæð þegar við erum komin í eitthvað minna pláss. Og svo hérna fyrir neðan fylgir sömu reglum eða svona sömu prinsipum og hérna fyrir ofan, að bara eftir því sem við fáum meira pláss þá setjum við fleiri og fleiri dálka í í birtinguna. Þannig hérna erum við með bara 2 dálka, 2 raðir. Þegar við fyrir alveg minnst þá erum við með 4 raðir og hérna erum við með 1 röð með 4 dálkum. Ok. En útfærslan á þessum hérna er alveg eins hvort sem við erum hér eða við erum hér. Þeir bara eru með einhverja, við skoðum þetta kannski bara hérna. Það er hérna neðst, categories, við erum með hérna display flex, flex direction column, bla 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 eitthvað, nema hérna kemur alltaf eitthvað svona, hérna er einhver svona redding sem segir í raun að ef við höfum að minnsta kosti 1000 pixla að vinna með, þá ætlum við ekki að hafa margin bottom 0 á þessum sectionum. Og ástæðan er þá í raun að þegar við erum að setja þá saman svona, þá vantar okkur eitthvað bil hér á milli. Þannig að við skoðum, skulum við fara okkur aftur með þetta hérna hægra megin, að þá erum við með þessi section hérna, og það er með margin bottom, eitthvað, gutter. Við sjáum það ef við hoverum hérna yfir. Ef við fjarlægjum það, þá leggjast þeir alveg uppið. Þannig að það er ekki hægt að sjá í raun nákvæmlega, þú veist hvernig þetta er bara svona ójafnvægi í þessu. Þannig að við bætum þessu við. En ef við síðan stækkum plássið upp að eða yfir 1000 pixla, svona, förum hérna, svolítið er þetta að gera þetta á trackpadinum eitthvað nákvæmt, að hérna sjáum við að þessi media query poppar inn og hún fjarlægir marginið. Og hún fjarlægir marginið bara til þess að, þú veist, það sé ekki svona eitthvað auka pláss neðst í síðunni. Þú veist, það geti alveg verið þarna, en það svona, ef það væri eitthvað fyrir neðan, eitthvað fótur eitthvað svona, þá er bilið hugsanlega of mikið. Ok, en svo ef við fer hérna, ok, 1000, 1000 og niður, að þá hverfur þetta hérna, af því að nú erum við ekki með 1000 pixla, við erum með 999 pixla sem er minni en 1000. Og þá er þessi media query ekki á, það er ekki kveikt á henni. Þannig að það notum við til þess að búa til þess að breakpunta, til þess að staðsetja hlutina. En annars er þetta allt bara alveg eins og það var áður. Ok. Þannig að, þú veist, þetta er svona, þú veist, hvernig við erum að hugsa þetta. Nú ætlum við að skoða betur hvernig við setjum upp þetta grid og skiptum frá milli. En einhverjar pælingar, spurningar? Skulum við kíkja bara meira á þetta og ef við aftur í bottom förum sér í mestu breiddina og förum að hugsa sko hvernig við stillum þessu þá upp með þessu grid og þá sjáum við hérna að það er komið eitthvað grid hérna, það er ekki lengur flexbox og ef við kveikja því þá fyrir ég að sjá eitthvað svona grid tracks. Þannig að núna er ég raun að segja hérna þessi rapper, hann er að raða þessu eftir gridi og þetta grid er þannig að við erum með raðirnir okkar eru auto, við erum ekki að tilgreina þær sérstaklega, kolumnarnir okkar eru bara 100%, þeir fylla bara alveg upp í, það er bara einn dálkur, svo erum við með gap og það er það eina sem við erum að nota gridið í hérna er þess að tilgreina bilið á milli þessa og svo hérna fyrir neðan, með þess að bara þessa, bara milli headersins og main. Þannig hérna gætum við líka bara verið með margin bottom hér til þess að gera þetta, en ef við varum alltaf með annan gaur sem kæmi hérna fyrir utan þetta, alltaf sem var í footer og myndi vilja hafa sama bil, þá getum við nota þetta gap
til þess að búa það til án þess að þurfa að vera að hugsa ok, þessi hérna, hann þarf að muna að vera með margin bottom. Þessi má ekki vera með margin bottom, þessi má vera með margin bottom. Þannig í staðinn, það segir bara þetta er grid, það er með ákveðum röðum og milli raðana er alltaf ákveð pláss. Gap versus margin bottom versus margin top. Nei, í sjálfu sér ekki, nema það sem er svo gott við þetta er í rauninni að þetta gerist sjálfkrafa. Þannig að ef ég bæti við nýjum hlut, þá þarf ég ekki að muna að setja margin bottom á hann eða hlutin fyrir ofan hann, þannig að þið séu að ýta sér frá hverjum öðrum. Nei, hérna erum við komið með grid, en gap virkar jú núna, það var í rauninni retrofittað inn í Flexbox staðalinn, þannig að gap virkar líka í Flexbox. En hérna er í raun, já, það er meira að segja, þú veist, það er ennþá á headernum eitthvað sem að ýtir honum niður hérna, eða býtur við, okkur fór ekki, já, ég var að vitleysu gridi. Þannig að, þú veist, eina sem það gerir er að gera þetta bil hérna. Ok, svo erum við með annað grid hér, og þetta grid er í raun utan allt sem er hérna inni. Og ef við kveikjum á því til að sjá í raun hvað það er að gera, þá er það að gera nákvæmlega sama bara inni í þessu. Þannig að það er að setja bilið á milli hér og hér. Þannig að ef ég til dæmis fjarlægi þetta hérna úr domminu, að þá er allt í einu ekki 2 bil, heldur bara 1 bil. Þannig að þú veist, þá er það bara arransera sér eftir því hvað þarf. Þannig að það eru 2 börn, já, þá er að vera bil á milli þeirra. Það eru 3 börn, þá er að vera bil á milli þeirra. Spurning. Væri til í að skjöftu með var og kalk sem er búið að vera í CSS-skjölunum. Já. Hvað var þetta var? Var er sett vísan í variable, CSS variable. Þannig að ef við hoppum hérna og skoðum þetta hér, þá erum við með einhverja breytur. Þannig að þá er bara eins og þegar við erum að forrita, að þá erum við ofta tíma að nota sömu gildina aftur og aftur og aftur. Og þá getur verið þægilegt að í fyrsta lagi bara gefa þeim eitthvað heiti. Þannig í staðinn fyrir að ég sé að nota eitthvað litin CCC sem er bara eitthvað handhófskent ef maður bara sér það í notkun einhvers staðar. En þarna get ég sagt, já, þetta er liturinn sem ég er að kalla liturinn á borderum. Þannig að þá make sense ef ég er að nota border og er að setja eitthvað sem er, þú veist, textaliturinn, þá er ég hugsanlega ekki að fylgja reglunum. Þannig að þetta hjálpar okkur við að búa til reglur. Og hitt er í raun líka bara að ég get þá sagt eitthvað, ok, held kannski að þetta sé ekki rétti liturinn fyrir borderið. Þannig að ég breytir á einum stað og ég farist allstaðar. Þannig að það er góða við breytur. Hitt er síðan að taka þetta kalk og segja ég er með einhverja breytu, eins og segjum hérna þetta bil okkar, sem er bara eitthvað sem við erum að kalla bara 1 bil. Og ég vil, þú veist, við erum með 2 bil. Þannig að ég vil geta bara margfalda með 2. Þannig að það er til dæmis eins og hérna, ég vil ekki vera með, mér finnst 1 bil vera mikið, ég vil vera með hálft bil. Þannig að þá getur ég sagt kalk, sem er í raun bara framkvæmdu reiknið aðgerð, með, breytu og deildu með 2. Og er breyturinn alltaf í root? Það geta verið það, yfirleitt þær eru settar í root ef þær eiga við globalt, eða þú veist, eiga við allt. En við getum alveg farið og skilgreint aftur hérna og sagt bara spacing á að vera 10 rem. Þetta er líka löglegt. Sem þýðir þá í raun að það yrði 5 rem sem yrði, þú veist, útkoman af þessu hér. Og út af því að breyturnar geta sett átt sér stað einhvers staðar í kaskeitinu, þá getum við notað þær til þess að breyta hlutum bara, þú veist, allt í einu vill ég eitthvað sé skalað upp 2. Þá getur ég bara sett þar hérna, þú veist, root size eða eitthvað sem við köllum er 2 þar. Þannig get ég búið til kerfi, þannig ég get í raun skalað eða til dæmis þímað hluti. Það er oft notað þess að þegar þú ert með svona light theme og dark theme, að þá er notað CSS variables þar sem þú skilgreinir í raun þessa liti og svo ertu með, þú veist, eitthvað annað hérna sem við kannski kalla hérna dark og þá tek ég og afrita allt sem eru litir og inverta þeim fyrir dark mode. Þá þarf ég bara að gera þetta á einum stað. Þannig að ég nota þetta mjög mikið, þegar þetta er bara svona, ég bara teg mér þetta og ég líka að reyna
temja öllum þeim sem vinna með mér að gera þetta, þannig að ég gera þetta en þeir þurfi ekki endilega að vera að nota variables svona jafn mikið og ég, af því ég reyni í raun að nota sem minnst af hardkóðuðum óþekktum stærðum einhvers staðar. Já, en það tekur tíma bara að venja sig á þetta. Þetta bara svona eins og þeir eru að forrita, þú veist, ekki nota svona einhver magic numbers, þú veist, segja bara eitthvað sinnum 6,3, bara eitthvað hvað þýðir 6,3? Já, þú veist, það oft á tíðum getur alveg verið að, þú veist, það bara eitthvað sem að maður tvíkaði til bara með auganu eða það kemur úr hönnunarskjölunum eitthvað og þá getur maður, þú veist, svona gefið í eitthvað. Það til dæmis einn félagi minn, hann hefur til dæmis oft gerað svona breytur, designer is cheating og svo setur hann eitthvað þar sem að hönnurinn kannski búinn að láta eitthvað vera, það kerfi í öllu nema á einum stað. Það búið að svindla smá og þá hægt að segja, þú veist, þetta gefur svona hint þegar maður sér þetta að það eitthvað smá svindl búið að eiga sér stað og ástæða fyrir því. Það ekki bara eitthvað, já, margin left mínus 15 pixlar. Já, það út af því að það verið að svindla. En það bara, já, bara gott að nota þetta, gott að nota, þú veist, comment, en aftur, það rosalega erfitt að finna balansinn og fatta bara, þú veist, hvenær á ég að setja comment og eitthvað. En ekki pæla mikið í því, en þú veist, þetta ástæðan fyrir því að þetta svona hjá mér. Bara hægt að spyrja um spurningu, ég fæ alltaf bara eitthvað wildly off topic. En það sem ég ætlaði núna að fara inn í og skoða það sem að Griddi fyrir actually að gera eitthvað, þú veist, meira en bara að setja eitthvað bil á milli tveggja hluta, að þá komum við inn í þessa kategóris hérna og við kveikjum á, nei, ætlum að vera hérna, ef við kveikjum á þessu Griddi, það er að slökka á hinu griddunum, svona, þá sjáum við hérna að nú eru allt í einu komið með, þú veist, fleiri dálka. Þannig hérna sjáum við að við erum með dálka sem að trakka við þetta gridd sem við erum hérna með á bakvið. Og þetta sem við erum með hérna á bakvið er í raun bara svona smá bakgrunns CSS uppsetning sem að tekur og býr til svona línulegan gradient sem endurtekur sig og býr til þetta svona lit svo við sjáum bara hvað við erum að vinna á móti. Bara við sjáum í raun að við erum með þetta. Við getum sleppt þessu og við getum bara tekið þetta út og bara nota CSS grid. Það ofta gott að hafa bæði, hafa möguleika á báðu. Sjá þetta bara flæði ykkur allt skjalið og þá sjáum við að við erum að halda einhvern svona visual balance yfir allt sem við erum að gera. Og sama, þú veist, þessi hérna virkni kom bara fyrir 1,5 ári eitthvað, þú veist, svona góð eins og hún hérna í Firefox og hún komin í Chrome og Edge sem leyfir okkur í raun að sjá þetta og visualisera, þú veist, hvernig þetta lítur út. Þannig að við setjum þetta aftur inn hérna og horfa aðeins á þetta og sjá aðeins hvað við erum að gera hér. Það sem við erum að gera hérna er verið að segja, ok, vertu með display grid. Haga sér bara alveg eins og display flexbox að því leyti að það breytir layout kerfinu úr því að vera normal flow yfir eitthvað annað. Og þá yfir það að vera grid. Síðan segjum við að við erum með raðirna núna sem auto. Svo því er í raun að það kemur nýtt eitthvað sem maður vill fara í röð, það er að segja ekki lóðrétt, heldur lárétt, að þá er það bara raða sér implicitly. Þú veist, við erum ekki að segja explicitly hvernig þetta á að vera. Þannig að þá fer það bara fyrir neðan. Það er í raun út af því að, þú veist, við erum bara með hluti sem við erum að setja í dálkana. Þannig að okkur er alveg sama það sem kemur hérna fyrir neðan, af því það er aldrei að fara að gerast. Þannig að við getum bara tekið þetta út, það er allt í lagi að hafa þetta inni líka. Það sem er hins vegar, það sem við viljum gera hér, er að segja, taktu dálkana og endur taktu 12 sinnum dálka með breiddina 1fr. Og þá getum við segja hérna, ef við förum eitthvað að eiga við þessa tölu, þá fer layoutið okkar bara að haga sér mjög skringilega. Og það sem þetta segir er í raun, taktu og búið til 12 dálka. Og það er að þeir eru með 12 dálka grid. Notaðu 1fr sem þýðir 1 fraction, sem er þá í raun alveg sem með flexbox, þar sem við horfum á flexgrow, að þá er það hlutfallslega að horfa á,
hvað hversu mikið á ég að vaxa? Á ég að vaxa 2/3 eða 1? Að þarna er að segja skipta þessu niður í raun 12 dálka þar sem hver dálkur tekur 1 fraksjón af heildinni. Þannig að heildin er 12, hver og 1 tekur 1 fraksjón. Og svo erum við gap sem segir í raun götterið á milli sem er þá plássið hérna á milli og það er fast í 30 pixlum. Þannig við fjarlægum það og þá allt í einu fáum við hérna á milli bara leggst þetta akkurat svona á milli. Þannig að ef að þið voruð að reyna hitt eða eruð að fara að reyna við að láta í raun hlutina ýta frá sér á einhvern svona rökréttan máta þannig að þið fáið samræmi í hversu mikið bilið er hér og hér að þá er það bara gap hérna, það bara leysir þetta allt. Af því að oft sem maður var að gera annars var að nota mínus margin til þess að draga hlutina að og svo frá til þess að láta hlutina vera með jafnt pláss hérna milli. Af því að jafnt pláss skiptir alveg máli. Það sé ekki að þessi hérna sé aðeins breiðari en þessi hérna út af því að hann er að ýta frá sér en ekki þessi hérna því að hann þarf ekki að ýta frá sér hér af því að þessi hérna ýtir frá sér til vinstri. Þannig að gapið gerir þetta að leyfir okkur að fá consistent bil hérna milli. Ok, þannig að þannig erum við búin að setja upp í raun dálkan okkar og svo kemur að í raun að staðsetja hluti í dálkunum. Og þá erum við með þetta latest hérna sem við sjáum að er að taka 9 dálka og þá segjum við innan þess þú ætlar að vera í raun staðsetja þig á griddinu og ætlar að staðsetja þig á dálka hérna röðinni og þú ætlar að byrja frá fyrsta dálki, þessum hérna og þú ætlar að spana 9 dálka. Þannig að það er bara hérna 1 og upp í 9. Þannig að ef ég minnka þessa tölu að þá tek ég 8, 7 og í raun og svo innan þess þá er í raun bara út frá því hvað griddið er, hvernig það er að þá skalast hlutinir. Og svo er hinn og hann byrjar frá 10. dálk þessum hérna og spanar 3. Og ef við breytum þessu í að overlappa hitt þá ferum við í eitthvað svona óskilgreint. Þá er í raun ekki lengur pláss og þá er hlutnum ýtt niður og hann byrjar frá 9. dálki í nýrri röð. Þannig að hérna er í raun komin ný röð, lárétt, út af því það var ekki pláss til þess að geta byrjað í 9. og spana 3. Og nú get ég látið hann spana 4, svo fyrir ég 5 og þá fyrir þetta líka, þá fyrir ég að ýta og nú riðlast griddið því ég er að reyna að gera hana breiðari en griddið er skilgreint í grunninn. Þannig að ég get leikið mig með þessar tölur og hérna og ég get staðsett þetta og þetta er þá bara að hoppa til í griddinu þar sem að við viljum og ég get látið þetta taka meira pláss, minna pláss og þarna get ég í raun farið að vera svona svolítið creative með hvernig við staðsetjum hlutina af því það þarf ekki lengur að vera að þetta verði að vera hér eða eitthvað. Ég get verið með bara svona bil sem einhvern veginn hverfur síðan bara svolítið þegar að ég fjarlægi alla þessa hjálpargaura og þá er þetta oft svona einhver svona svolítið öðruvísi útlit. Sjá, ég ætla nú að reyna að taka þetta af hérna einhvern máta þannig að þetta sjáist þá svona maður horfir á þetta og já ok, það meikar ekkert sens en þetta meikar samt alveg sens að það er griddarna undir sem er að segja í raun hversu langt þetta fer til hliðar og hvert og ekki. Ok. Þannig að þá erum við búin að sjá aðeins hvernig við getum unnið með griddið og þetta er bara svolítið eins og Flexbox. Þetta er ekki margar skipanir sem eru að setja inn en að vita hvaða skipanir á hvaða tímapunkti fyrir hvaða element það er það sem maður þarf að læra. Með því að nota þá griddið og þessa media queries þá getum við fara að skoða hvað gerist þegar við förum hérna niður fyrir eitthvað ákveðið og þetta breytist.
Og það sem að gerist þá er í raun að við erum með þetta grid hérna og það er bara ennþá eins, við erum bara 12 dálkar nema nú tekur hver dálkur minna pláss, það er minna pláss í heildina til að skipta á milli og þá förum við að láta þetta hérna taka færri dálka. Þannig að núna erum við ekki lengur að taka 9 dálka, nú erum við að taka 8 og þessi hérna er þá að byrja frá 9. ekki 10. og er að taka 4 en ekki 3 og svo innan þessa hér að þá erum við búin að láta þessa hérna fara í flex direction column á meðan þau voru hérna í hérna er þetta í grid og svo fyrir við niður og þá tökum við gridið í burtu og þá fyrir flex þá fyrir þetta bara aftur í eðlilegt flæði, sorry. Þannig að hér er þetta í grid og þá er þetta hérna grid í raun 9 dálkar sem við erum að staðsetja ykkur á samt 12 dálkar, þannig að þetta er svolítið ég er aðeins að rifja upp hvað ég var að gera, þetta er eitthvað óþarflega flókið hjá mér hérna en allavega það sem gerist þegar við förum hérna niður fyrir þetta er að við hættum að vera með þetta í grid og látum þetta bara vera í eðlilegu flæði og þá bara flæða þessi gaurar innan þess pláss sem þeir þurfa og svipa hér erum við með þessa grid fyrir þessar kategóriur hérna tekur það hvert section tekur förum hérna niður fjarlægum gridið í minnstu, förum upp þá kemur gridið inn og það ég veit ekki alveg, ég er að blanda saman neða hérna bara hérna fyrir neðan og þá eru þeir hérna að taka 6 og svo taka þeir hérna 3 þannig hérna segjum við þeim ekki hvar þeir eiga að byrja heldur segjum við bara hvað þeir eiga að taka mikið pláss og svo eru þeir bara settir inn á gridið og svo lengi sem þeir hafa pláss þá eru þeir bara í þeirri línu en ef þeir hefðu ekki pláss þá fara þeir bara niður í næstu röð þannig að við getum leikið okkur með þetta og hérna bara arrangeraði sér eftir því sem að hvernig gridið er alveg upp í að vera bara hver tekur 12 dálka og þá eru þeir bara eins og þau séu í eðlilegu flæði þarna inni en svo getum við sett eitthvað svona þá eru þeir allir offsetaðir 1 þeir byrja allir frá 2 og eitthvað svona og hérna er þetta bara orðið eitthvað bull en með því að nota grid og með því að nota media queries þá getum við stýrt í hvar layoutið okkar breytist og svo innan layoutins okkar erum við með alla þessar komponenta eða hvað við köllum það alla þessar einingar sem síðan eru bara að reyna að láta sig líta vel út. Þú varst að offseta Já. Það taka 5 tilkvæmna beiti en þeir fóru samt ekki fyrir hlið, þeir fóru samt að raða sér niður. Sjá, ef við fyrir Offset sem að skemmið það ekki það. Já, af því það, þú verður í raun að fylgja reglunni, ef þú ert með grid sem að er, svona margir dálkar og þú ferð einhvern veginn þannig að reiknidæmi gengur ekki upp, þá ferðu út í bara svona, kannski ekki óskilgreinda, en svona óþekkta hegðun, það er eitthvað skilgreint í spekknum hvað gerist, en það meikar kannski ekki sens fyrir manni þegar maður sér það gerast. Ok, þannig að þetta er hérna viðfangsefnið í verkefni 5, er að taka þá niðurstöðun úr verkefni 4 og gera hana responsive og nota grid. Hvað spurningar? Unrelated spurning. Þegar ég skrolla upp Já. og þá kemur svona hvítt fyrir ofan. Hvernig breytir maður því og hvítt yfir í eitthvað annað? Þú veist að tala þetta hérna. Já. Þetta er svona overscroll heitir þetta og er á iOS og Mac og ég held að breytir bara background color á HTML elementinu.
til þess að breyta því. Já, þú veist, það er hérna bara eitthvað, skilur mann ekki mikið prevent overscrolling, fólk vil alveg bara eitthvað, þetta er ljótt. Já, hérna kemur ég að það er kannski theme, já, theme color fyrir ekki. Það er, þetta er svona orðið, þetta er að sama sem þú setur þennan theme color og ert með Safari, það sér svona blítar í gegnum í nýjastu útgáfunni í Safari 16 á hérna þess að við förum inn á eitthvað hérna sem er hugsalega með já, ef ég var með theme color þá myndi það blíta hérna í gegnum þetta hérna sko. Hvað er eitthvað síðan sem getur verið með einhver lit? Já. Man ekki neitt. En þú veist, það er þessi virkni á hérna í Safari og MacOS. Ok, það sem ég er að spá í núna er bara fara aðeins yfir, bara gefa ykkur svona official kynningu á verkefni 5 og hópverkefni 1. Segja þetta svo bara gott, ef þið viljið aðstoð, þá er ég hérna til bara að loka tímas. Ég þarf þetta hard stopp hjá mig klukkan 20 mínútur yfir 5. Ef ekki bara klára það og svo getið þið farið ef þið viljið fara og annars getið þið fengið aðstoð. Ekki bara power through.